Góðan dag, kæru áhorfendur, við erum hér komin í beina útsendingu frá leik Vals og Fram í fjórðuflokki kvenna og ég ætla að leyfa ykkur að fylgja sér með innkomu liðana, svo fer ég betur yfir liðskipan og við höldum áfram. Þannig að velkomin til leiks og góða skemmtun. Hald ég þá búið að kynna alla leikmennin út á völlin og ef þið heyrðu það ekki þá leikmennir hjá Fram, Sara Rún Gísladóttir nr. 2 og nr. 6 Embla Dögg Aðalsteinsdóttir, nr. 7 Þórdís Idda, nr. 10 Ísafold Birgisdóttir, nr. 12 Ingunn Marja, nr. 14 Embla Guðný, nr. 22 Elsa Rakel, nr. 23 Silvía Dröfn, nr. 24 Mathildur Bjarnadóttir, nr. 26 Dagmar Guðrún og nr. 44 Ragnheiður Bríet, nr. 59 Silja Jensdóttir, nr. 68 Marja Britti og 78 Ingibjörg Eva Aspelund, Hildur Þorgeirsdóttir, Hafdís Jusuka í Júra og Þorbjörg Kristín Kristjánsdóttir eru þjálfarateymi Fram. Þjálfarateymi Vals eru Sigríður Unnur Jónsdóttir og Björn Ingi Jónsson, Arna Sif Jónsdóttir nr. 15 og Hekla Sofía nr. 28, svo nr. 7 Benedikta Björk, nr. 8 Kristbjörg Erlingsdóttir, nr. 9 Arna Karitas, nr. 10 Sólveig Þórmundsdóttir, 11 Ísabella Þóra, 12 Sara Lind, 16 Katla Sigurþórsdóttir, 17 Guðrún Hekla, 19 Erla Sif og 25 Katla Margrét. Dómarar hér í dag í þessum leik, í þessum öðrum úrslitaleik dagsins, Jón Karl Björnsson og Ómar Örn Jónsson og Svavar Ólafur Pétursson í eftirliti. Sjálfur heiti Ingvar Nákason og lýsir þessum leik og ég óska ykkur góðrar skemmtunar og vonandi verður þetta hörkuð skemmtun í 50 mínútur. Spilum tvisvar 25 mínútur og ef það verður jafnt þá förum við í framlengingu og ef það verður jafnt í framlengingu sem eru tvisvar 5 mínútur þá förum við í vítakastkeppni. En eftir þennan leik verður síðan fjórðuflokkur karla, svo þriðjuflokkur kvenna og þriðjuflokkur karla í lok dags. Þannig að þetta eru 5 leikir talsins sem við einbyttum okkur núna að þessum leik hér Valur Fram. Þannig að enn og aftur góða skemmtun og njótið. Þá er þetta að fara að stæja okkur. Það eru Valsstúlkur sem að hefja leikir og ætla að gera allt sitt til þess að komast strax yfir. Það er hörku árás hérna strax á markið, boltinn út í hornið en þetta skot eins og framhjá. Óheppin Katla sem fór inn úr horninu. Þá kom Framstúlkur. Já, mikið og hart barist hér. Já, búið að flauta fyrsta fríkast í leiknum. Boltinn á línu, ekki dæmt, að missa bara boltan, fín vörn. Langur bolti fram og aftur. Er það Katla, það er gult spjald hér strax í upphafi. Já. Gaman að sjá mjög flotta stemningu hér, margir Framar og margir Valsar mættir í stúkuna. Það séð hérna leikmenn meistaraflokka Fram og Vals sem eru hér í úrslitaeinvígi Ólísdældar kvenna. Það eru margar og ekki flestar mættar hérna að styðja sitt lið. Og sjálfsögðu Hildur Þorgeirsdóttir þjálfari liðsins sem er að spila með meistaraflokki
Það eru 1-0 yfir í einvíginu gegn Val. Það er spurning hvort að Framstúlkur fylgi því eftir hér. Ég veit það ekki, það kemur í ljós. Fyrsta markið er komið, Ingibjörg Eva Aspelund. Sem að kemur þeim er 1-0 yfir og hér er búið að dæma línu og skotið fer á markið. Já, óefnar og Kristbjörg sem átti þetta skot. Þannig að Framstúlkur halda það áfram og geta komist í 2 marka fórustu strax í upphafi leiks. Sjáum hvað setur hér. Og glæsið skot á markið, þetta er í slána. Það var Sara Rún sem átti skotið. Það kom Valsstúlkur í sók, geta jafnað. Hér á 3. mínútu. Má spenna í liðunum eðlilega. Það er mikið undir í þessum úrslitaleika sem allt getur gerst. Frábær lið að mætast í öllum þessum úrslitaleikjum, þannig að það getur hvaða lið sem er unnið. Hér er búið að dæma víti. Nei, ég held að hann var að dæma víti á Jón Karl, hann benti hann á punktinn en það var fríkast. Valsstúlkur reynir að byggja hér upp aðra sókn. Og hér fínt fríkast hjá Framstúlkum, höndin uppi. Valsstúlkur komast ekki áfram akkurat núna í sókninni. Þetta skot framhjá. Og þetta er glæsið skot fyrir stöngina. Það taka frákast aftur slána. Svo komið 5 stangar og sláaskotin upp á leiks. Já, Arna Sif stendur vaktin að vera í markinu. Það voru bara sigrana en slá og stöng björguðu þarna. 4 mínútur rétt rúmlega liðna. Við erum að tellja niður klukkuna. Þannig að við teljum frá 25 og niður 0 í þessum fjórðaflokksleikjum. Minna á það ef að leikmann fara aðlinningu þá þarf ekki að fara út af þeirra sókni ef það er ekki refsing eins og er í meistaraflokki. Það er þetta sérreglur hér í yngurflokkunum og svo er ekki sama refsing hér á síðustu 30 sekúndunum. Og að sömulegis er ekki blátt spjald til að hægt sé að gefa skýrslu með rauðu spjaldi, það er ekkert svoleiðis. Þetta er glæsilegt mark hér. Dagmar Guðrún Pálsdóttir skorir annað mark Framstúlknas, fyrsta mark sitt og staðan er 2-0 hér. Já, Valsstúlkur voru í litlu brasi hérna með síðustu sókn, Framara með flotta vörn. Já, Embla Dögg spilar hérna fyrir framann í vörninni. Reynir að trufla flæði í sóknarleik Vals kvenna. Og það er komið hér Árás Valsstúlkur og nánast búinn að vinna í sig er auka mann til að gefa í hornið. Sara Lind var tilbúin í horninu, fá bolta frá Kristbjörgu en fín vörn enn aftur hjá Fram. Og þetta skot er yfir. Já, Framliðið að halda vel hér í vörninu núna. Og erfitt fyrir Valsstúlkur að fara í þessi erfiðu skot en frábær varsla. Arna Sif. Algjörlega mögnu varsla. Áðan voru það stangir og slá sem Björgun og bjarga hún bara sjálf með algjörlega stórbrotinni markvarslu. Framar að vinna þessa bolta strax aftur. Já, þetta fer svona betra stað hjá núverandi Safmýrarliði sem verður síðan upp í Grafarholti í Úlfarsárdal. Bara frá og með sumrinu og haustinu. Það er verið að spila síðustu leikinni í Safmýri í úrslitaeinvígi kvenna á Olísdeildinni þessa dagana. Klárast núna fyrir lok maí. Þá verður ekki aftur leikið á vegum Fram í því húsi. Víkingar taka það svæði yfir. En þetta skot yfir marki á Framstúlkum.
Fínt á að smá svona fróðleik af og til í þessu öllu saman. Þetta er vel varið. Ingunn María, hún varði þetta vel, mætti vel í hornið. Ætlaði ekki að láta þennan bolta sigra sig. Og aftur koma framstúlkur og það eru vel hvattar hérna í stúkunni. Og Vals stuðningsmenn eru hér að berja á trommur og klapp í takt. Þetta er aftur Arna Sif Jónsdóttir. Það eru rétt 7 mínútur liðnar. Bótama fríkast. Vörðin hjá Fram verið frábær hér á fyrstu rúmu 7 mínútunum. Minna það verðum að telja niður. Fylgist með því hérna vinstra megin og skjánum uppi. Það sjáum við teljum frá 25 og niður í 0 í hvorum hálfleik. Og staðan er 2-0 fram yfir. Og þetta er enn og aftur sláinn, óefnaðar Valsstúlkur, það vilja ekki. Boltinn vill ekki inn hjá þeim akkurat hér á fyrstu mínútunum. Það lítur að koma að því. Ára framliði hér í sókn. Matthildur kemur þetta á miðjuna. Sara Rún er í vinstri skyttunni. Embla inn á línu. Svo spila fyrir framann í vörn. Og þetta er hörkumark hér. Dagmar Guðrún. Já, hún er komið 2 mörk og kemur framliðinu 3-0 hér. Já, spennustig eitthvað aðeins réttara kannski á framliðinu, en Valslið er að koma sér í ágættu skotin á það, voru óöfnar. Missa boltan hér, Framstúlkur geta gengið á lagi og komist í 4 marka forystu. Það er að stíga á línuna, taka þetta rétt og allt það, Matthildur gerir það núna. Sara Rúnin að vinstra megin. Matthildur skiptir síðan stöðu. Hér við Dagmar. Búið að dæma fríkast. Flott reyfing. Og þetta er bara mark, að stoppa hann ekki! Dagmar að byrja hann að leik frábærlega, 3 mörk skoruð af 4 hjá framliðinu. Já, spurning hvort að Sigríður og Björn Ingi ætla eitthvað að fara yfir málin bráðum eða ná ekki alveg að koma sér á blað, en þær eru að gera þetta glæsilega og koma sér loksins á blað. Sólveig Þórmundsdóttir komin hér með fyrsta mark Vals. Já, þetta er ekki svo að það hafi verið eitthvað ekki að ganga í spilinu, boltinn vildi bara ekki inn og þá er að gera að vera þolinmóðar og halda alltaf áfram. Það er 4-1. Höndin er uppi, eru lengi að búa til sóknina, en þetta er framhjá. Já, óefnar, Marja Britte skýtur hérna framhjá. Koma Valsstúlkur. Arna Kardas er að stýra sóknarleiknum hér, reynir að finna línu, gengur ekki. Reyndi að finna Sólveigun á línni. Og hér er vítakast og Brottvísun. Það er rétt. Guðrún Hekla, það er Brottvísunna. Þetta var vel gert hjá Ingibjörg Evu. Og það er Sara Rún sem tekur vítið.
Og hún skorar! Skorar hér. Og best að hafa skorið hér rétt. 1-5 er staðan. Þá koma Valsstúlkur, reyna að skora sitt annað mark. 5-1 undir. Og einu leikmanni færri, spila bara með markmannin inn á. Hér er vítakast, já, Framstúlkur verjast inn í teig. Ómar og Jón alveg með þetta á kristaltæru. Sjáum hvernig víti fer hér. Og þetta er varið! Ingunn María búin að verja 2 skot þar af 1 víti og fagnar sér vel upp í stúku. Algjörlega til fyrirmyndar. Valsstúlkur verjast hér 5 gegn 6. Og ég er vítakast. Nei, dæma fríkast. Þarna sýndist mér Valsvörðin verið inn í teig. En svo var ekki. Þá var allt komið í stand og þá fer leikurinn af stað aftur. Boltinn út í hornið, ná ekki sendingunni. Þá geta Valsstúlkur minnka niður 3 mörk. Þetta fer eiginlega af stað eins og leikurinn hér áðan í 4. karla yngri. Það sem að Jeningar voru komin í 6-1 hér eftir, já, reyndar eftir kannski skemmri tíma. En svo jafnaðist leikurinn og úr var hörkuleikur sem reyndar Jeningar höfðu betur í. Og þetta er ágætis skot en boltinn í slána enn og aftur. Já, óefnar Valsstúlkur. Það var Sara Lind sem að fór í gegn. Og koma Framstúlkur aftur. Glæsilegt gegnumbrot hér hjá Dagmar. Staðan 6-1. Sigríður Unnu með timeout-spjaldi. Hún tekur leikli í nákvæmlega sömu stöðu og KM gerði hann í stöðun 1-6. En það er Dagmar Guðrún Pálsdóttir sem er búin að skora 4 mörk hér. Ingibjörg Eva er búin að skora 1. Og Sarún 1 fyrir framlið og mark Vals gerði Sólveig Þormundsdóttir. Báð markmenni með 2 varin. Það eru nákvæmlega 11:23 eftir hér. Þetta er réttu tími svona 11:23. Staðan er 6-1. Og Valsstúlkur búinn að skjóta 4-5 sinnum í slá og stöng. En þá er leiklinu lokið og sjáum hvað Valsstúlkur gera hér í framhaldinu. Staðan er 1-6 fram í vil. Og þá fer þetta á staðinn aftur. 11:20 eftir af þessum fyrrháleik hér í úrslitaleik 4. flokks kvenna sem er ekki aldursskiptur eins og kalla megin. Það var ákveðið fyrir einhver síðan að hafa þetta sameiginlegt. Og eins og þetta var í ráðu fyrr. Og þá var leikið bara í A, B og C. Nú er þetta bara leikið í 1. og 2. deild. Reyna hér sendingunum línu gengur ekki frábær vörn hjá Framstúlkum. Langur bolti fram, þetta er skemmtileg sending. Og þetta er rosalega góð hreyfing. Og það er skorað hér 7. markið. Ingibjörg Eva Aspenund Baldursdóttir með annað markið sitt hér og 7-1 staðan. Framliðið er á feiknarsiglingu hér í þessum úrslitaleik. Og það er alltaf ekki að gefa neitt eftir. En Valsliðið sem er hrikalega gott lið getur svo sannarlega komið tilbaka.
Það verða að halda áfram á fullu krafti, missa eins og boltan út af hér og framlið getur gengið enn frekar á lagið. Skjóta ég fram, ég búið að flauta. Já, gerir það af yfirvögun dómararnir, Ómar Örn og Jón Karl. Já, hart barist á línunni. Já, hér bolti dæmdur af framliðinu, Matthildur, skref dæmd á hana. Óheppinn, en á geta Valsstúlkur svona komið sér á réttu brautina. Og Valsstúlkur í árásina, fín vörn hjá framliðinu. Og hérna, já, brotið á Dagmar, en áfram heldur leikurinn. Og loksins dæmt fríkast hér. Guðrún Hekla brýtur á sér. Sara Rúnín á vinstra megin, Matthildur á miðjunni. Dagmar í hægri skyttunni. Ingibjörg Eva hérna í vinstrótinu. Embla Guðni á línunni og hér skot sem að það verja. Arna Sif gerir vel. Komið 3 varinn. Áfram Arna Karda sem að stýrir sóknarleik Valsliðsins. Hún fær hvíld núna. Kristbjörg Erlingsdóttir hérna í hægri skyttunni. Katla Margrét Óskarsdóttir fær sénsinn núna á miðjunni. Kemur gott flæði inn í þetta. Hún stýrir þessu strax, kemur hérna í skiptingu við skyttuna. Guðrún Heklu, en það tapar boltanum. Framliðið mjög ákveð og aggressíft þegar þær eru í vörninni og vilja bara keyra strax að þær eiga boltan hér. Boltin fór af Valsstúlkum og aftur fyrir, eða út fyrir völlin. En þá staðan 7-1, framliðinu vil. Katla Margrét komið með mikinn kraft inn í þetta hjá Valsliðinu. Og þetta hrikalega vel gert, enn og aftur Dagmar Guðrún komið 5 mörk hér. Og staðan 8-1, framliðinu vil. Þær eru að spilanleik nánast óaðfinnanlega. Búin að fá sér 1 mark á 18 mínútum rúmum. Frábær frammistaða. Og vel varið, Ingunn María með 3. varða. Já, þarna var Katla óheppin í vinstrótinu. Hún bara fara alltaf á 3 í gegn í dag og þetta var nólug sendingun að línu, gekk ekki alveg. Átt að fara inn á Emblu, en það gengur ekki alltaf. Frábær vörn tilbaka hjá framliðinu. Já, Ómar dæmir línu hér á Söru Rún. Hann hafa verið inn í teig þegar hún greip boltan. Já, ég ekki samfærður, en svona þetta. Ef hann sá þetta svona, þá þetta bara svona. Það var enginn að biðja neitt þarna, það voru búin að vinna boltan, en sjálfsögðu rétt skal vera rétt. Þannig að framliðið þarf að spila bara aftur hörku vörn, en Valslið vill vantar að komast á blað með mark nr. 2 hjá sér og hér náða þær ekki boltanum, búið að flauta hörku vörn hér sem að framliðið spilar. Bjóða þeim ekki í neitt dans hérna á línu, þannig að það ætla að stíga fyrir allar sendingar.
og láta finna vel fyrir sér. Þetta gera það vel. Já, hér er náttu fríkast höndi fyrir vantar uppráðum. Það eru búin að spila langa sóknir. Valsliðið fær góðan tíma til að byggja næstu sókn. Fín vörn. Það er ekki mikið að gerast. Valsliðið með gott skot og það er varið. Og það er skora og fagna þessu vel. Það held ég. Katla Sigurðarsdóttir skorar annað mark Vals hér. Eftir að Ingu Mari hafði varið vel fyrra skot Valsstúlkna. En staðan 8-2. Og hér er Brottisson á Guðrúnu Heklu. Færi fyrstu Brottisson leiksins. Hér koma framstúlkur, einu leikmanni fleiri. Fín vörn hjá Val, það eru einu færri en samt að spila hörkuvörn. Það er ofta ákveðið kúnst að vera einu leikmanni fleiri. Og þetta er vel varið vítakast. Vítakast er dæmt hér. Já, þetta er Björningi ekki sáttur með þetta en það er gult á bekkinn. Já, fyrir tuð. Aðstoðarþjálfarinn Björningi Jónsson. Starfsmaður B á skýrslu. Og þetta er varsla, þvílík varsla. Arnarsi með 5. varðarskotið sitt. 3,5 mínútur eftir að fyrra á leik. Staðan er 8-2 og vonandi fyrir Valsstúlkur er þetta smá peppin í framhaldið. Verði þetta víti, Katla Margrét að stýra þessu á miðjunni. Og spurning hvort að þetta fleiti þeim í góðan gír og góðan rytma hér í framhaldinu. Flott hreyfing hér hjá Valsstúlkum. Chris Björg reyndan að brjóta sér leið í gegn. Það heyrist vel í stuðningsmönnum Vals hér, eru ósáttir með þetta. Og frábær hreyfing og góð vörn sömuleiðis. Og það er spilað hér hörkuvörn framlið. Búin að fá sér 2 mörk á 22 mínútum gegn flottu og mjög góðu Valsliði. Boltinn út í hornið. Valsliðið nær ekki að brjóta sér leið í gegn og það er næstu bara að stela boltanum með hvað. Það er Stelon, hún má ekki dribbla aftur. Brotið á henni. Dagmar Guðrún, hún fattaði það, hún mátti ekki dribbla aftur, þetta eru tvígrip. Því hún notar höndina til þess að slá boltan í vörninni og boltinn skoppar. Þá má hún ekki taka boltan upp og dribbla aftur. En ef hún hefur staðið í hávörð, fengið boltan í sig, þá má taka boltan frá gólfinu eftir dribbl og keyra í gang nú búið að dæma línu hér á framliðið. Já, það er smá sveifla hérna með Valsliðinu. Það þurfa að nýta sér þetta til góðs, 2 mínútur rúmar eftir af þessu fyrrháleik. 6 marka munur og Valsliðið vantarlega fegið þegar kemst inn í hálfleikin að ræða þeim saman og fara yfir hlutana betur. Sjáum hvernig Valsliðið tæklar þetta, rétt rúm 1,5 mínútur eftir að fyrrháleik. Flottar hreyfingar hér og boltinn út í hornið, vel spilað og vel varið! 5. varða, Ingunn Mari og þeir tapa boltanum og svo skorar í kjölfari Valsstúlkur. Katla Sigurðarsdóttir skorar 3. mark Vals og annað markið sitt. Já, allt í henni lítur þetta allt öðruvísi út, þótt sé ennþá 5 marka munur. En staðan 8-1 lengi vel, núna 8-3. 2 mörk í röð á dágóðan tíma hjá Valsliðinu að þeir ná nú einu bolti viðbót á síðustu mínútunni í þessu fyrrháleik. Þá erum við svo sannarlega með hörkuleik og við erum að sjálfsögðu með hann einhvað síður. Þó að sé lítið skorað þá er þetta ekki mikill munur á 25 mínútum í síðarháleik. Sjá hvað setur, 50 sekúndur eftir að fyrrháleik. Þannig leyfa honum að klára þá, hann fyrir að fabulera með síðarháleikin. Og þetta er neglan vel varið. Arnarsi með 6 varinn.
35 sekúndur eftir þessu fyrrháleik og það er mjög mikilvægt fyrir Valsliðið að ná að minnka þetta niður í 4 mörk. Þetta kemur Arda Kardas aftur inn á miðuna. Fimmtán sekúndur, hvernig ætlar að takla þetta hér, að fá að spila út leikinn. Góð vörn, virkilega góð vörn hér hjá Silvíu Dröfn. Vinstri bakvörðunum hjá Fram. 3 sekúndur, það er fá á víti. Þetta er hárréttur dómur og brottvísun í kjölfarið. Ég held að það sé bara hárrétt, það er ekkert að segja við þessu. Sara Rúnópin lendir hann að taka aftan í. En það er þá bara víta kastið eftir hér. Og það er Arda Kardas, leikstjórnandi sjálfur miðjumaðurinn sem ætlar að freista að skora fyrsta marki sitt, fjórða mark Valstúlkna og komið sér í 4-8 fyrir hálfleik. Það er bara víti eftir í þessu fyrir hálfleik. Og þetta er varið, stöngin og Ingu María. Og hálfleikstölu hér þá í þessum úrslitaleik fjórða kvenna Valur og Fram. Staðan er 3-8 eftir, erfiða byrjun Valstúlkna hér á fyrstu mínútunum. En það eru búin að vera miklu betri hér á síðustu 10 heldur fyrstu 15. Og við sjáum hvað setur í síðara hálfleik. Við tökum okkur örstunda pásu og svo komum við með síðara hálfleikinn. Þannig að gera ykkur klár.
Komið sælir aftur, áhorfendur góðir, síðari hálfleikurinn að fara að hefjast hér í þessum úrslita leik á Íslandsmótinu í fjórða hálfleiki kvenna. Valur Fram, staðan er 3-8 hér í hálfleik eftir frábæran fyrri hálfleik hjá Framliðinu. Spiluðu virkilega góða vörn og Ingunn María var öflug fyrir aftan, komið 6 varinn. Eins og Arna Sigurðardóttir hinum megin, hún fór að verja hér upp af leik, svo fór boltinn mikið í slána á stönginni á Framliðinu, svo fór hún að verja og varði nokkra bara virkilega vel og þá kosta Valur aðeins á bragðið, en hins vegar náður ekki alveg kannski að skora úr öllu sínu færum og sóknum, en eru búin að skora 3 mörk. Staðan var 8-1 á tímabili, þannig að það er svona endu fyrir hálfleikinn betur heldur en það er byrjuðan. Sjáum hvað setur Framliðið, strax komið í færi og þetta er fríkast. Búið að flauta fríkast hér. Dagmar Guðrún að brjóta sér leið í gegn, komið 5 mörk hjá Framliðinu. Og aftur búið að dæma og flauta fríkast. Jón Gat Björnsson og Ómar Jónsson dæma saman hennan leik. Svavar Ólafur í eftirliti. Boltinn í horni, vörni frábær hjá Valsliðinu. Framliðið í erfiðleikum og þá kemur Dagmar Guðrún og skorar. 9-3 er staðan. Við reyna að hafa stöðuna rétta hér á skjánum fyrir ykkur, tíminn aðeins eftir á. En ég laga það hér á eftir, en þetta er glæsilega gert. Guðrún Hekla að skora sitt fyrsta mark hér og 4. mark Vals. Og herrarnir strax komnar á bragðið miðað við fyrri hálfleikinn. Muna miklu að vera strax í átökunum og vera komnar á blað. Og þetta er glæsilega spilað og virkilega vel klárað. Ingibjörg Eva skorar sitt 3. mark og 10. mark Fram. Staðan þá 4-10 Fram yfir. Hér er vítakast dæmt, vítakast. Kristbjörg Erlingsdóttir óðan í gegn, það voru vantarlega í teig, segir Ómar. Útskýr það fyrir Hafdísi. Og hér er það Guðrún Hekla, hún skorar! Guðrún Hekla komið 2 mörk hér í síðari hálfleik. Og staðan orðin 5-10. Já, flott vörn hjá Valsstúlkum. Það er hugsanlega að komast inn í þetta hér. Og gott færi og þeir skora! Marja Britt skora hér sitt fyrsta mark og 11. mark Fram. Á meðan að Framstúlkur halda áfram að skora færunum sinni, þá verður þetta sjálfsög erfitt fyrir Valsliðið. En Valsliðið þarf að halda áfram að spila hörku vörn sem það gerði áðan. Þau voru einum leikmanni færri og spiluðu það frábærlega. Og hér er búið að dæma fríkast. Það er Arna Karda sem er að stýra leiknum á miðinu hjá Valsliðinu. Katla Margrét kom inn á hér áðan og fékk nokkra mínútur, gerði það vel. En svo skiptar aftur. Arna Kardas kom inn í þetta. Boltinn yfir í vinstri skyttuna og boltinn út í hornið og þetta skot er yfir. Erla Sif, óheppin hana, skýtur tiltölulega hátt yfir. Ingunn María tilbúin í allt saman í markinu. Og þetta er glæsilegt mark. Sara Rúna skor sitt annað mark. Já, það er alltaf að halda áfram upptöknum hætti frá fyrri hálfleik. Framstúlkur búin að skora 4 mörk hér gegn 2 mörkum Vals á þessum fyrstu tæpu 4 mínútum. Fínasta stemningin í húsinu. Hugsa að vaxi alltaf stemningin eftir því sem líða tekur á daginn. Fólk er bara að vakna, koma sér í gírinn á þessum fallega degi. Það eru svona
Ég sagði 80 gráður út á það, það er allavega það, jafnvel meira. Og þetta er frábær, nei skref dæmt hér. Þetta held ég að sé bara kolnokkur dómur. Já, ég held að hann hafi nú bara byrjað á hægri og enda á hægri, mér gæti ekki sé betur. Þannig að þetta var sérstakt. En því miður höfum við ekki tök á að sýna ykkur þetta aftur, en ég held að þetta hafi ekki verið rétti dómur, en áfram höldum við. Fínt skot, óuppinn, Ingo María, var þetta vel. Og þarna tekur hann aftur sömu 3 aðan og þetta er ekkert dæmt. Já, þeir eru bara að missa, 2 atvik í röð hérna, en vel gert hjá Örnu Sif í markinu. Þetta hefði nú haldið að væri víti og 2 tvígrip, já, þeir eru að dæma hennar trekk í trekk á sóknarliðin. Já, ég veit ekki hvort það sé að uppveðrast að það er svo gott veður úti, strákarnir peppar að fara í golf eða eitthvað, en þetta var hugsanlega rétt, ég sá þetta ekki nógu vel, en ég held að það hafi verið alls ekki réttu dómurinn með skrefinn inn á þann og svo hefði framliðið átt að fá sömulegis í vítakast og jafnvel brottu sem með því. En það skiptir ekki máli, búið að gert, enginn spá í þessu. Og lína dæmt, já, það er bara 4 sóknir í röð. Auðvitað er rétt skal og rétt, þeir dæma það sig sjá. Og ef þetta var lína, þá var þetta bara lína og þetta er skref þá. Nei, dæma ekki skref þarna megin, dæma vítakast. Já. Já, þannig er Hafdís að benda Jóni Karl á að þetta hefur verið meiri skref en hitt. Ég bara ætla að vera sammála því, en skiptir ekki máli. Áfram höldum við, Guðrún Hekla á vítalínuna. Gegn Ingunni Maríu og þetta er mark hjá Guðrún Heklu. Kemur síð 6-12. Það var eiginlega bara mikilvægt að einhver leikmaðurinn á vellinu skoraði, svo hefur við aðeins kannski brjóta þetta minnstur að sóknarliðið var alltaf að missa boltann. Já, rétt rúmlega 6 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Og þetta stöngin inn! Þvílík negla hjá Söru Rún. Já, ef hlutin ekki að ganga þá akkur ekki bara taka 3 skref og negla stöngin inn. Það dugar, það er erfitt að verja það. Hér er hugsan Ólinu blokkaring ekki dæmt og það fá fríkast. Þarna Sólveig Þórmundsdóttir í baráttunni á línu. Tók fyrst blokkaringur út á Emblu hér á miðunni til að búa til pláss fyrir Örnu Karítas. Já, Valsliðið að gera þetta flott hreyfing, boltinn aftur fyrir. Þetta er hotkast, já, Valsliðið á bolta fór af vörninni, þetta er hárrétt. Þetta er glæsilega spilað og þetta er Erla Sif að skora sitt fyrsta mark. Já, sjáum að Valsliðið er búið að skipta markmann. Hekla Sofía er komin inn á í stað Örnu Sifjar sem að spilaði frábæla og komið 7 varinn skot. Það er að gera nýta hópið sinn. Gott fyrir alla að fá að spila svona hörkuleiki og þvílíku vörn. Þvílíku vörn hér hjá Dagmar. Og Valstúlkur, já, fá hér fríkastið. Algjörlega mögnu vörn hjá Framstúlkum. Þessi netinu, þessi liggur inni. Guðrún Hekla með sitt 4. mark. Helming marka Vals. 8-13 er staðan. Og Framstúlkur koma þá hér í næstu sókn. Þetta setja upp hér stimplun. Já, það er lætt að bolta fljóta. Kemur innleysingur hægra horninu. Og aftur kemur Sara Rún.
8-14. Framliðið heldur Valsstúlkum alltaf í seilingafjarlægð. Sjáum Valsstúlkur hér reyna að búa sér til færi. Þetta er ágætlega gert, fínt svæði þarna. Flaut og snemma. Já, gátt ekki séð þetta fyrir svo sem. Þannig ég skil það vel. Guðrún Hekla að gera vel, hún er að sækja fast á þetta fyrir Valsliðið, komið 4 mörk. Þarf að halda áfram, hún verður bara að halda áfram að sækja og sækja og sækja. Það er ekkert annað í stöðunni. Og hér kemur hún í árás og flott vörn hjá Dagmar. Já, það vildi einhverjir stundismenn fram frá Rauðning, en ég held að sé ekki réttur dómur og hér er búið að dæma skref. Já, það eru búin að dæma mikið skref og tvígrip og ég veit ekki hvað. Ég er bara ekki viss þetta, ég sá þetta ekki nóg vel. En það er þarna, já, mikið dæmt á sóknarliðin hér í síðari hálfleik. Kom 4 atriði að hrina hér áðan. Og núna aftur enn og aftur ef dómarinn sjá hvað þau eru að dæma það. Þannig að við biðjum bara það að fara sér eftir leiknum. Hér er aftur skref hinum einn. Já, þetta var held ég bara hárrétt. Og þetta er glæsilega gert, góð árás, hefði fengið víti. Arna Karetas skorar 9. mark Vals og fyrsta markið sitt. Það eru 14 mínútur eftir að leiknum, 11 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Sami munur núna og í fyrri hálfleik staðan var 3-8 í hálfleik. Lítið skorað. En nú er staðan 6-6 í síðari hálfleik, samtals 14-9. Þannig að ég held að þurfa ekki mikið til að hleypa leiknum upp í algjöru vitleysu. Ef Valsliðið nær nokkrum góðum vörnum hér, þá er allt hægt. En það er tapar boltanum, Framstúlkur og Valsstúlkur vaða á þetta. Það er allavega kraftur og andi í Valsliðinu, þannig að það geta gert ýmislegt. Já, þeir allir að komna út fyrir punktalínu og gera þetta í róanæði. Já, Guðrún Hekla út í vinstra megin, hún finnur hornið. Já, hér er brotið. Erla Sif var hérna að sækja á Dagmar. Dagmar ákvað að spila hörku vörn hér. Ákvað ekkert, við erum búin að gera það hérna í dag. Og Valslið sækir hér fríkast. Arna Karetas komst ekki alltaf leið í gegn. Ná, höndi fyrir bráðum upp held ég hjá dómurunum. Enn og aftur fríkast, einhverju vildi á víti hérna í stundismannhópi Vals, en brotið er það langt fyrir utan að ég held að þetta sé hárrétt. Það er búin að lengi sóknar kannski hafa verið svolítið lengi, almennt, höndin er uppi. Og þetta er varið, Ingunn María gerir þetta vel. Og settingin fram sem að Framstúlkur ná ekki og aftur geta þá Valsstúlkur minkanir í 4. Níu 14. Arna Sif varði 7 áðan í markinu hjá Val. Ingunn María með 9 varin hjá Fram. Guðrún Hekla markaðist hjá Valsliðinu með 4 mörk og er næst búin að bæta við 5. markinu þarna. Boltinn fer á hávörninu í stöngina, þetta er hárrétt. Dagmar Guðrún er markaðist á vellinu með 6 varin og hér er vítakast. Vítakast er það inn í teig, segir Ómar. Já, það er eitthvað að ræða við henn, en þetta virðist vera hárrétt niðurstaða, allir sáttir og það voru Guðrún Hekla gegn Ingunni Maríu. Og Guðrún Hekla með 5. markið sitt. 10. mark Vals. Og þetta lítur skyndilega miklu betur út hjá Valslið núna heldur en ég bara er allan fyrrháleikinn og sérstaklega fyrstu 15 mínúturnar. Mikið spenna líklega í hópnum. Eðlilega
úrslitaleikur á að vera spenna. Höndin komin upp, framliðin ekki að brjóta sér leið og þetta framhjá. Já, Valslið hér að búa til nýja leik inn í þessu leik. Með að minnka þetta niður 3 og setja allt í háaloft. 10 mínútur eftir, 4 mörk. Með siglinguna sem á Valsliðinu, þá allt hægt. Bæðilinn vel stutt hérna upp í stúku. Og frábær hreyfingaskotið framhjá. Já, þarna hélt Guðrún Hekla hún fengi eitthvað fríkast eða víti eitthvað slíkt en hún fór í frítt skot. Það var svo smá hnoð rétt áður en svo fór hún upp í skotið. Og hér Negla en Hávörninni tekur þetta. Sara Rún búin að skora nokkuð svona mörk, komið 4 í það heila. En frábær Hávörn hjá Valsliðinu, algjörlega mögnuð. Já, spurning hvernig framlið tæklar þetta, liðið búið að eiga smá í erfiðleikum með að skora hér á síðustu mínútum. Og Valslið á eilítilli siglingu en verða náttúrulega að nýta sín færi mjög vel. Já, hér hörkubrot, Guðrún Hekla brýtur á Dagmar. Dagmar en þá markaðist hér með 6 mörk. Og Sara Rún skora 5. markið sitt og 15. mark fram. 5 marka munur. 9 mínútur. Ekki dæmt hér og áfram heldur leikurinn. Það heldur boltanum og það dæma þetta tvígrip. Já, þetta rétt. Já, óefna Valsstúlkur voru búin að vera í góðum gír hérna fram að síðustu 2 sóknum. En það þarf að halda áfram. Það er bara að gefa allt í þetta. Framliðið sömuleiðis gefa aðeins eftir, finnst manni, en það er kannski bara því að Valslið að spila hörkuvörn og eins og sjáum hér, frábær vörn hjá þeim og Valslið þarf að ganga lagið. Það er verið að koma í árás á markið. Og gera það, bolti fyrir Hávörninni til Ingunnar. Frábær Hávörn í báðum liðum núna, síðustu sóknir. Sjáum framliði hér, spila fyrir utan, Dagmar. Og þetta Negla, Matthildur Bjarnadóttir. Að velja frábæran tímapunkt fyrir sitt fyrsta mark. 16-10 staðan. Fer alltaf að vera erfiðara fyrir Valslið að koma tilbaka. Sigríður Unnur þjálfari býður með leikliðsspjaldið. Þau eiga 1 leikli inni. 8-1 í hvorum hálfleik. Þetta var skemmtileg línusending en boltinn féll þarna flatur og dauður niður og framliðið getur, neini, þetta er vantanlega víti og Brottisson. Já, það er ekkert að gera annað. Víti og Brottisson, sjáum hvað setur hér. Það er Sara Rún. Og Sara. Hún skorar, Sara kom með 6 mörk orðin jafn markahá og Dagmar Guðrún. Og staðan þá orðin 17-10 og tæpar 7 mínútur eftir. Já, þetta er svolítið svipað og leikurinn hér í morgun sem að byrjuðu báðum í ójafnir. Jöfnuðu síðan aðeins en síðan hélt liðið sem að náði fyrst fórustunni í þá fórustu raunin að lokum. Það er erfitt að vera elta svona lengi. Og sérstaklega þegar liðinu er svona góð sjótt að spila við, þá er óleiklegt að þau tapir niður svona fórustu. En það þarf alltaf að halda áfram, gefa allt í þetta, ekkert annað.
Sara komin inn á miðjuna, Matthildur í hægri skiptuna, Sara vinstra megin og inn á línu fyrir boltinn. Embla Guðný Jónsdóttir með sitt fyrsta mark. Það er leikhlé tekið. Það er leikhlé í stöðunni 18-10, 5:50 eftir. Og já, það er spurning hvað þau gera í Valsliðinu, en tölfræðin er allavega þannig að Arda Sif í marki Vals er búin að verja 7 skot, Hekla Sofía komin í markið, Arda Karitas og Solveig með 1 mark hvor, Erla Sif sömuleiðis, Katla Sigurþórsdóttir með 2 og Guðrún Hekla Traustadóttir með 5 mörk. Hinum megin er Ingunn María Brynjarsdóttir með 10 varin í markinu, Sara Rún Gísladóttir og Dagmar Guðrún Pálsdóttir, báðar með 6 mörk hvor. Ingibjörg Eva Aspelund Baldursdóttir með 3 mörk skoruð og svo er það 3 með 1 mark, Marja Britte, Matthildur Bjarnadóttir og Embla Guðný Jónsdóttir. En framliðið í rosalega góðum málum. Já, síðustu 5 + 50 eftir. Sjáum hvernig þetta fer allt saman. Framstúlkur eru líklegar. En Valsliðið heldur áfram og þeirra stuðningsmenn sömuleiðis. Enn og aftur þá langum að hrósa stuðningsmönnum sem kom á meistaraflokkum liðana. Meistaraflokkum kvenna sem er í úrslitum Ólafsdeildarinnar. Liðið Fram og Vals. Það er staðan 1-0 Fram í vil eftir hörkuleik í gær. Og gaman að sjá svona marga leikmenn meistaraflokks vera að hvetja upp í stúku algjörlega til fyrirmyndar. Þannig að takk stelpur, vel gert. Og þetta hlýtur að vera vítakast, já. Þetta var borðleggjandi. Og er það markaðist Valskvenna Guðrún Hekla sem fer á vítalínuna gegn Ingunni Maríu. Og þetta er varið, hún var annars séns og skorar! Já, þetta var frábær varsla, vel gert, já, Guðrún Hekla að kveikja og taka þetta frákast. Minkar niður í 7 mörk, þegar tæpar 5 mínútur eftir. Framliðið gefur sér tíma í svona sóknir, búin að gera það allar síðar hálfleikinn. Og kannski ekkert átt mjög auðvelt með að skora, að brjóta sig í gegn. Gefa sér tíma í frábær vörn hér hjá Valsliðinu. Það var Benedikta Björk sem að gera þetta frábærlega. Og hér er hörkuvörður, boltinn endar inn á línu, þetta er vel varið. Lína hana vantilega dæmt á Emblu. Já, Hekla Sofía með vörslu. Og hér er búið að dæma fríkast, frábær vörn hér hjá Matthildi. Það er 7 marka munur. Á reyna að fara hér í gegn í hægri horninu Ísabella Þóra. Náði ekki til boltans og hér er hörku vörn aftur hjá Benediktu, ekki dæmt. Arda Karitas fær vítakast og brottvísun á Marju Britte. Sjáum hvað setur hér. Og hún ætlar að vippa ykkur Hekla yfir Ingunni Maríu, gengur ekki. Já, skemmtileg tilraun engu að síður. Að gera hafa trú á þessu. Rétt 3 mínútur eftir hér. Þessi 3 sléttar núna, við erum með einhverjum 6 sekúndum frá þessu með tíman hér. Já, ekki að koma sök. Framliðið er að sigla þessu, búin að spila vel og fyrirháleikum var þetta algjörlega frábær. Fengur bara 3 mörk á sig. Það er virkilega vel gert. Þannig 10-8 hér í síðari hálfleik.
Svona öllu jafnara og allt eðlilegra. Hugsanleikur yfirspenna í byrjunleiks, ég veit það ekki. Og þetta glæsilega gert. Dagmar Guðrún Pálsdóttir að skora hér 7. mark sitt og markaðist á vellinum. Bolti dæmdur hér af Valsliðinu. Það mínútur eftir þessum öðrum úrslitaleik hér í Mosfellsbænum. Boltinn dæmdur af Fram, þetta hárrétt. Já, hér brot hjá Ingibjörgu Evu, brýtur hér á Ísabellu Þóru. 1:45 eftir, klukkan okkar aðeins eftir á, munar nokkur sekúndum. Þetta skemmtileg hreyfing, virkilega vel gert. Arna Karitas að skora sitt annað mark. Virkilega vel gert, 12-18. En það ljóst að það verða Framstúlkur sem að munu lyfta bikarnum hér eftir örskamma stund. Það er bara 75 sekúndur eftir þessum leik. Það ekki hægt að ná upp 6 mörkum á þenn tíma. Það ýmislegt hægt í boltanum en þetta ekki hægt, þannig að því miður fyrir Valskonur sem eru búin að reynda að eiga svona frábær endurkomu, mjög góð síðarhálfleikur, enduðu fyrrhálfleikin líka vel. Og boltinn á línu gengur ekki, frábær vörn hjá Valsstúlkum og það keyra hér Katla Margrét. Og þessi inni, Arna Karitas með 3. markið sitt, annað í röð. Já, þetta góður endarsprettur hér hjá Valsliðinu, það halda áfram, það ekkert að gefast upp þó að staðan síðan svona En staðan 13:19,5 mínúti eftir. Og hér ætlar að keyra bara í gegn og reyna að sækja vítakast með því, en Silvía Dröpp gerði þetta vel. Og Stuðningsmenn Fram standa hér á fætur. Styðja sitt lið með ráðum og dáðum, 15 sekúndur eftir, ætla að fagna með liðinu. Og þetta inni. Ingibjörg Eva Aspelund Baldursdóttir með 4. markið sitt. Já, þetta eru loka tölur hér í Mosfellsbænum, úrslitaleikur Vals og Fram. Framstúlkur Íslandsmeistarar í 4. flokki kvenna. Eftir frábæran fyrrháleik fylgdu því eftir með góðri frammistöðu í þeim síðari. Og það munu fagna þessu vel á pallinum hér eftir, bara kannski mínútu eða svo. Við fylgjum þessu sjálfsög eftir. Jón Karl Björnsson og Ómar Jónsson dæmdu lengi vel. Svavar Ólafur Pétursson var í eftirliti. Og svo allt annað hér í toppmálum. Frábær umgjörð í Mosfellsbænum á þessum sólríka degi. Það rosalega gott veður og fullt af fólki hér inni. Gaman að því. Það spurning hvern valnefndin velur sem mann leiksins. Ég myndi giska á Dagmar Guðrúnu. En svo það hugsanlega Ingo Marja eða ykkur annar, ég veit það ekki. Sjáum til, þetta verður valið hér eftir örskamma stund. En sjálfsögðu það fyrst liðið sem lenti í öðru sæti sem fer á pallinn. Og ég minna á að hér eftir, 25 mínútur eða svo, klukkan 14, held ég að lögregla, þá hefst úrslitaleikur 4. karla eldri. Já, hér verið að fagna vel innlega með sínu fólki Framstúlkur. En þá held ég bara komið á, við ætlum fyrst að veita vantarlega verðlaun fyrir leikmann leiksins. Fylgjumst með því. Já, það Ingunn Marja Brynjarsdóttir sem leikmaður leiksins, markmaður Fram. Ég skrifa á hana í 11 bolta, þetta tæplega 50% markvarsla. Var algjörlega frábær. Og þetta svo sannarlega skilið. Frábær frammistaða.
En þá það liðið sem lenti í öðru sæti eftir frábæra framistöðu í vetur sem að kemur hér upp á pallinn og það Valsliðið. Það koma hér að taka við silfurmedaljum og þær eru Arna Sif Jónsdóttir, Hekla Sofía Gunnarsdóttir, Benedikta Björk Þrastadóttir, Kristbjörg Erlingsdóttir, Arna Karitas Eiríksdóttir, Sólveig Þórmundsdóttir, Ísabella Þóra Haraldsdóttir, Sara Lind Fróðadóttir, Katla Sigurþórsdóttir, Guðrún Hekla Traustadóttir, Erla Sif Leósdóttir og Katla Margrét Óskarsdóttir. Þjálfarar eru Sigríður Unnur Jónsdóttir og Björn Ingi Jónsson. Þannig að til hamingju Valsstúlkur með frábæran árangur í vetur og annað sæti hér á Íslandsmótinu silfur medalja um hálsinn. Ekki amalegt en erfið byrjun hér í dag í leiknum. En síðarhálfleikurinn mjög góður hjá báðum liðum, jafn og skemmtilegur. Þannig að það var ekki að sjá mikið mun á liðunum þar. En frábær byrjun Framara og sömuleiðis frábær markvarsla Ingunnar gerði það verkum að Valsliðið komst ekki lengra að þessu sinni en bara frábær frammistaða og þá alltaf að hampa því að lenda í efstu sætunum. Þar sé maður ekki að dvelja á lengi við að lenda í öðru sæti því að það frábær árangur og forréttindi að fá að spila þessa úrslita leiki og gaman og bara virkilega gaman að sjá þegar að vera að keyra þessa umgjörð svona mikið í gangi eins og hefur gert síðust árin í inni boltagreinunum. Að hafa þessa úrslita daga yngreflokka algjörlega til fyrirmyndar. En áttu Valsstúlkur í öðru sæti til hamingju. Og þá það Íslandsmeistaralið Fram í fjórðaflokki kvenna 2022 sem verða krýndir hér í Mosfellsbænum. Það fá dynjandi lóaklapp og pepp. Og ég ætla að fara yfir leikmannahópinn. Sara Rún Gísladóttir, Embla Dögg Aðalsteinsdóttir, Þórdís Idda Ólafsdóttir, Ísafold Birgisdóttir, Ingunn María Brynjarsdóttir sá maður leiksins, Embla Guðný Jónsdóttir, Elsa Rakel Sævarsdóttir, Silvía Dröfn Stefánsdóttir, Matthildur Bjarnadóttir, Dagmar Guðrún Pálsdóttir, Ragnheiður Bríet Eddudóttir, Silja Jensdóttir, María Britte og Ingibjörg Eva Aspelund Baldursdóttir. Þjálfarateymið samanstendur af Hildi Þorgeirsdóttur, Hafdísi Shizuka Júra og Þorbjörg Kristín Kristjánsdóttir. Til hamingju Framarar. Enn og aftur það hér Queen-lagið We Are The Champions. Hann mun óma hér þrisvar í viðbót í dag, búið að óma núna í annað. Þetta annað skipt sem það fara að spilast hér þennan morguninn. Við 3 leiki eftir. Fjórðuflokkur karla eldri hér innan skams og svo það þriðjuflokkarnir seinnipartinn hér í góðaverðinu í Mosfellsbæ sem segi það í 10. skipti. En það verið að klára hér að veita öllum velun, setja velunarpeninga háls allra leikmanna og þjálfara. Og svo það bikarinn sjálfur sem fer á loft og við fylgjumst með þessari skemmtilegu stund hjá framliðinu. Ótrúlega vel að þessu komnar að sjálfsögðu. Og muna að það alltaf frábært að ná í úrslit. Og auðvitað enn skemmtilegra að vinna en það geti ekki allar unnið. Og hér koma foreldrar inn átt að taka myndir og myndbönd og ég veit ekki hvað. Að sjálfsögðu fanga stemninguna eiga þetta. Og þá það Dagmar Guðrún fyrirliði Fram sem kemur og tekur á móti Íslandsmeistarabikardum. Íslandsmeistara fjórða kvenna, Fram! Það fagna þessu vel og innilega. Glæsilegur árangur, ég ætla að leyfa þessu myndum að lifa. En þakka fyrir mig að sinni, minna á næsta leik sem eftir innan skams til hamingju Framstúlkur og Valsstúlkur sömuleiðis með frábæra árangur í vetur. Ingvar Nákarsson þakka fyrir sig að sinni, verið sæl.